okkur sæti. Verið hjartanlega velkomin á fyrsta hrafnaþing haustsins. Framundan í vetur spennandi dagskrá erinda af fjölbreyttum toga og hvort tveggja þar að ræða erindir sem eru flutt af starfsmönnum hér á Náttúrufræðistofnun og svo eigum við von á gestafyrirlesurum líka. En sú sem ætlar að ríða á vaðið Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýravistfræðingur hér á Náttúrufræðistofnun. Hún vinnur að ýmsum rannsóknum á spendýrum, einkum refum og hagamúsum. En í erindunni í dag þá ætlar hún að kynna fyrir okkur endurútgáfu spendýraatlas Evrópu sem að nú í vinnslu. Og meðan að hún talar þá gengur gestabókin okkar og við ykkur að rita nafn ykkar í hana og ef þið eruð ekki á póstlistanum okkar en vilji vera það, þá getið bætt netfangin ykkar fyrir aftan nafnið. En Ester, gjör svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir komuna. Ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni sem ég nýbyrjuð að kynnast, eða var að kynnast og ég finnst svo stórkostlegt að ég ætla að segja frá því hérna heima. En upphafið að þessu í rauninni fyrri atlasinn sem að margir þekkja og lítur svona út, þetta forsíðan á honum og til, held ég, hér á bókasafninu og víða. En það í rauninni Spendýrafélag Evrópu, sem ég kalla sem að stofnað í 1988 í þeim tilgangi að gefa út alfræðirit evrópsk spendýr, taka saman upplýsingar öll evrópsk spendýr og það verkefni fékk vinnu heitið EMMA. Það ástæða fyrir að ég með þessar skammstafanir það eftir að koma fram seinna í erindinu, en meðal markmiða þessa hóps var að efla tengsl spendýrafræðinga innan Evrópu og hvetja til og stuðla að og framkvæma sjálf kortlækninga á útbreiðslu tegunda, koma á vöktun og rannsóknum og stuðla að verndun spendýrategunda í Evrópu. Þá var mönnum þegar ljóst að margar tegundir voru að hverfa. Það voru margar tegundir komnar í hættu. Atlas of European Mammals, afrakstur þessa verks, kom svo út árið 1999 og hefur verið ein helsta heimild útbreiðslu spendýra í Evrópu, mikið uppletti rit. Í fyrstu útgáfunni voru kortlögð eða sett kortlögð dýr á svæði sem var að flatarmáli 6.675.000 ferkílómetrar og í reitakerfinu sem 50x50 voru 2.670 reitir undir. Þarna voru 194 tegundir skráðar og eru staðreyndasíður þessar tegundir í bókinni. Gögnin sem var aflað voru sett upp í gagnagrunn, menn voru forsjálir á þessum tíma og þetta ennþá mikið notað gagnagrunnur, sjálf hef ég mikið notað hann til þess að slá upp tegundanafni og athuga útbreiðslu tegunda í Evrópu. Og þarna linkur og ef maður ýtir á þennan link, þarna sést á myndin til hliðar útbreiðsla tófunnar sem útbreidd á Íslandi með svörtum punktum og rauðrefsins. Og það hægt að slá upp eina tegund eða tvær ef maður vill skoða tegundir sem eru skyldar eða maður að hugsa hvernig útbreiðsla skarast. Og svo sjáum við líka að það ýmsar upplýsingar aðra sem koma fram. Það fyrir suma tegundir til útbreiðslukort fyrir 1970 og eftir og svo framvegis. Hvað eru margir punktar í reitakerfinu sem þessi tegund finnst á og annað slíkt. Dæmi opnu í þessari gamlu bók svona dæmigerð staðreyndarsíða þar sem tegundin, yfirleitt mynd, teiknuð í þessari bók, latínuheiti og síðan eru heiti tegundarinnar á öllum tungumálum þátttökulandanna og svona helstu upplýsingar, útbreiðsla og ef það eru landfræðilegur munur, jafnvel deilitegundir, hvers kyns búsvæði þessi tegund býr á og svo framvegis. Og það sést hérna að þetta evrópski villigrinn, á íslensku hérna
íslenska heitið. Og til hliðar er útbreiðslukort sem er sambærilegt vitakort sem er gagnvirkt á síðunni og nokkrar heimildir. Þetta er svona típisk staðreyndasíða og opna í þessari gömlu bók. Nú, bókin var mikið notuð, hún seldist upp, hún hefur verið ófáanleg, ég veit allavega til þess að hún hefur verið ófáanleg síðustu 10 árin. Upphaflega ritstjórnin kom síðan saman 2016, hugsanlega hafa þeir verið búin að rotta sig saman fyrr, til þess að ræða uppfærslu á útbreiðslukortinu í fyrsta lagi á þessari gagnvirku heimasíðu, því fólk var að fara að tala um að þetta væri kannski ekki alveg up to date eins og þau kallaða, heldur að þetta endurspeglaði ekki núgildandi útbreiðslu tegundana. Og Evrópa hefur líka stækkað, það hafa bæst við fleiri lönd og mönnum þótti ástæða til jafnvel að endurnýja þessi kort og þá fóru menn að tala um nýja útgáfu af Mammal atlasinum. Það var tekin ákvörðun á þessum fundi að þessi atlas skyldi koma út og það skyldi vera gert árið 2024. Hérna er mynd af fólkinu sem hittist í Róm árið 2016 og þetta er þessi Evrópu spendýra félagið ásamt og þarna eru upphaflegu ritstjórarnir, það er reyndar einn látinn í hópnum, lést á síðasta ári, en þarna var tekin þessi ákvörðun áætluð dagsetning útgáfu nýju bókarinnar, hún skyldi verið gefin út af prenti ásamt því að uppfæra gagnvirka heimasíðu kortið og ritstjórn var hreinlega bara valin á þessum fundi. Þannig að þeir settu þetta bara í gang, þetta fólk. Kannski aðeins að skoða bakgrunninn, hverjir standa að þessu verki. Það er í rauninni, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, en þetta er svona tímalína sem byrjar hérna til vinstri og liggur hérna fram á áætlaðan útgáfudag. En SEM er þetta Evrópu spendýrafélag sem er stofnað þarna til 1988 til þess að, 98 til þess að gefa út þessa bók. Þeir stuðla síðan að þessu sem er kallað ECM sem er ráðstefna með evrópsk spendýr sem er halda síðan á 4 ára fresti, alveg hafa gert síðan og væntanlega haldið ykkur fundi, en bókin er síðan gefin út hérna 99 og kynnt á þessum þriðja spendýrafundi, síðan eru haldnir nokkrir og hér í Stokkhólmi hef ég heyrt að menn hafi komið sér saman að hittast á næsta ári og fara í það að framkvæma þetta verkefni. Og það var fundurinn sem ég sagði frá áðan. Það fyrsta sem sá hópur gerði var að leggja sig niður. Þeir lögðu niður Evrópska spendýrafélagið og stofnuðu Evrópska spendýraráðið sem er núna við stjórn, sem er skammstafað með þessu EMF. Það ráð hélt núna í september 8. Evrópu ráðstefnuna í Varsjá og eins og þið sjáið svo hér eru nokkri svona fundir og þetta MA2, það er þetta nýja verkefni fyrir þessa bók. Þetta er svona í stuttu máli ferillinn. Þessir hópar eru skiptir, það er þessi stjórn, það er ritstjórnin og svo er það sem þið kalla delivery group, það sem að stjórn, ritstjórn og svo landsfulltrúi sem þeir eru búin að ákvarða frá hverju landi hittist reglulega og þeir skila af sér ákveðnum skilgreindum verkefnum. Það er að sjálfsögðu hist líka þegar að tækifæri gefst eins og á stóru ráðstefnunni en svo er fundað í tölvupósti eða með fjarskiptabúnaði. Nú það er búið að vera að vinna heilmikla bakgrunnsvinnu af þessum hópum. Það hefur verið ákveðið ýmsir hlutir eins og til dæmis að sömu skilgreiningarnar verði með til grundvallar. Það verði sami kortagrunnur, það er þessi 50x50 kort. Það var sami við aðila sem eru búin að vinna kortagrunnin fyrir öll löndin, þannig að við erum búin að fá sendan kortagrunn sem við getum fyllt inn í. Það er búið að taka ákvörðun hvað er til grundvallar þess að það sé punktur settur
Til dæmis eru húsdýr eða svona hálfvillt dýr ekki talin með og svo framvegis hvar á að draga landfræðilegu línurnar. Það eru flokkunarfræðingar sem sker út álitamál og svo er mikið af gagnagrunn á fólki. Það hefur komið til umræðu ótti við að láta gögn af hendi en það er mjög skýrt að það er ekki verið að taka gögn af neinum. Þátttökulöndin eiga sín gögn en þau liggja þarna í þessum grunni þau sem eru afhent frá hverju landi til þess að sé hægt að kalla fram þessi útbreiðslukort. Og allir sem að leggja fram efni, þeirra nöfn koma fram í bókinni. Hér er svona líka úr gömlu bókinni og þetta er sem sagt, hugmyndin að verði áfram í annarri útgáfu. Það er sem sagt, frá hverju landi listað upp hver hefur gefið hvaða upplýsingar, hver hefur gert kort, hver gerði upplýsingar hvaða tegund og svo framvegis. Þannig að það á ekki að skilja neitt út undan í þessu máli. Og stærsta breytingin er náttúrulega þessi aukning á landrýminu eða flatarmálinu sem á að kortleggja og það er búið að draga þessar línur. Það bætast við þarna 4 lönd. Það er sem sagt Hvíta-Rússland, Moldóva, Rússland. Þið sjáuð ekki allt Rússland en þeir eru búin að draga þessar línur og það er búið að taka þessa ákvörðun og Úkraína. Þannig að það er heilmikið svæði að nánast tvöföldun á flatarmáli sem að bætist við. Síðan eru menn að ræða efnislega breytingar. Það er ákveðin áhugi fyrir því að hafa meiri upplýsingar heldur en í gömlu bókinni eins og forndýrafræði, meiri ferilinn í þróun dýranna. Svo hafa menn verið að ræða þurfum við öll þessi almennu heiti, það tekur pláss á blaðsíðunni. Eigum við að hafa 2 kort, gamla útbreiðslan og nýja útbreiðslan eða ætla menn að hafa liti eða eru eitthvað fleiri breytingar. Þetta er menn ennþá að ræða í sínum vinnuhópum og alls ekki búið að taka alveg endanlega allar þessar ákvarðanir. En þetta er mikil áskorun. Þið sjáuð alveg stærðar hlutföllin í þessu. Ekki nóg með það að það þarf að endurskoða öll svæðin sem er búið að kortleggja í gömlu bókinni. Heldur þarf að skoða upp á nýtt, eða skoða alveg upp á nýtt eða frá upphafi þessi nýju svæði. Þannig að flatarmálið er komið upp í 11.442.500 ferkilometra, reitirnir eru 4.580 og það eru nánast nærri því 270 tegundir sem eru undir. Ég held að ég hafi flettið upp á IUCN að það sé skráð 270 spendýrategundir í Evrópu. Þetta er heilmikið verkefni og alls ekkert svo langur tími líður mjög hratt. En menn hafa trú á þessum samtakamætti og bara svona til að nefna hvað hópurinn er orðinn stór og hversu vel hann virkar og þetta er ótrúlega vel miðstýrt, þá er það þessi yfirstjórn, það er þetta Spendýrafélag Evrópu, þessi nýji hópur. Það er stýrihópurinn sem er ritstjórnin, sem er alls ekki fjölmennur hópur, en ræður í rauninni öll í þessu verkefni. Þeir eru konum með fjáröflunarhóp sem hefur fjármagnað það sem þegar er búið að gera og er að setja í gang alls konar fjáraflanir fyrir því sem eftir er og búið að sækja líka stóra Evrópustyrki til dæmis. Það eru 2 lönd hreinlega sem að reka 2 starfsmenn, Írland og Luxemburg. Það er flokkunarfræðihópurinn, það eru verkefnastjórar í hinum ýmsu umfjöllunarefnum. Það eru verkefnastjórar fyrir hvert land. Þeir kalla til sín alls konar sérfræðinga og aðila úr felti þegar þar að kemur. Það eru höfundar efnis á staðreyndarsíðum og í sérköflum. Það eru ljósmyndarar, það eru teiknarar, það eru tæknifólk, sérstaklega þeir sem eru í gagnagrunnunum. Það eru prófarkalesarar, það er búið að semja við alls konar fólk til þess að setja fréttir og halda út í vefsíðu og fleira og fleira. Þetta er alveg heilmikið verkefni og er að gerast út alla Evrópu. Það er mjög spennandi að fá að taka þátt í þessu. Nú það mæðir mikið á gagnafólkinu núna, fyrir heilmikið af upplýsingum í gegnum vinnuferlið og það er verið að hugsa gæðin að það er verið að nota svona upplýsingar frá almenningi til dæmis til þess að skoða útbreiðsluna en það er ákveðið ferli sem fer í gang til þess að tekka á og sannreyna nákvæmlega hvort að það sé í rauninni hægt að staðfesta veru dýrategunda á þessu svæði. Og hérna er tímaáætlunin sem var sett fram í upphafi og við erum svolítið á tímamótum núna. Hópurinn
í rauninni ennþá í sömu vinnu og í fyrra en þið sjáu að tímaáætlunin hálfnuð. Þeir segja það helmingurinn búinn af feltvinnunni og helmingurinn eftir, en það rosalega mikið eftir að kortleggja. En þið sjáu líka þarna að það ekkert áætlað að byrja að skrifa neitt fyrir á næsta ári. En þetta sem sagt alltaf áætlun og hópurinn ýtir mikið á þá sem að taka þátt. Þannig að þetta svolítið virkur hópur, það enginn að bíða eftir að eitthvað reddist eins og við þekkjum kannski betur hér. En hvernig kemur þetta inn hjá okkur? Við eigum svo sem ekkert mikið af spendýrum. Við erum í annars konar ástandi heldur en margir í hópnum, þar sem að við erum ekki með nein landamæri sem að dýr labba yfir. Spendýr eiga nú til að fljúga líka og hingað koma nokkur fljúgandi spendýr en þau eru ekki talin með. En við höfum fengið ákveðin verkefni. Við erum með landsfulltrúa og hann hýstur hér á Náttúrufræðistofnun og sá landsfulltrúi undirrituð. Ég fæ verkefni frá stýrihópi og þeim fylgt eftir. Ég vinn með tékklista með öllum tegundum sem hafa fundist í náttúru landsins og síðan það þessi flokkunarfræðihópur og ákvarðanir hér sem teknar til þess að ákveða hvaða tegundir ég að fá að vera með. Sjálf hef ég lagt mikla áherslu á að fá að minnsta kosti 3 sjávarspendýr með sem við teljum nokkuð staðbundin. Það hnísan og báðar selategundirnar. Ég ekki búin að fá svar en það myndi hjálpa okkur. Við fengjum allavega aðeins fleiri. En þessar tegundir voru ekki fyrir bókinni. Við þurfum að endurskoða útbreiðslu þessar tegunda hérna á Íslandi og þó þau séu fá þá skiptir það máli að skoða þetta almennilega og nota þá aðstoð þeirra sem eru staðkunnir og þekkja til og vinna með þessar tegundir hér. Við þurfum að setja það inn í kortagrunnin sem við höfum fengið sendan og semja staðreyndasíður og það verður allt gert með sérfræðingum og félögum okkar hér eða annar staðar. En við höfum unnið nýlega válista spendýra hér á stofnuninni þannig að öll sú vinna sem að þar var unnin nýtist beint í þetta verkefni. Þar voru kortlaðar tegundir, þar var fjallað einstaka tegundir og skilgreindar íslenskar tegundir og búnar til staðreyndasíður. Við þurfum í rauninni bara að vinna það inn í staðlaga formið sem að passar inn í þetta. En það líka verið að kalla eftir aðstoð við þau lönd sem að nú hafa bæst við, sem eru aðalega Austur-Evrópu lönd og það í rauninni almenn innköllun eða ákall til allra í öllum þátttökulöndunum og þar geta allir tekið þátt. Það nefnilega búið að setja í gang þessa síðu, discovermammals.org. Þar í rauninni sett fram út á hvað verkefni gengur, hvar vantar helst gögn og upplýsingar og aðstoð og hvernig hægt að hjálpa til. Og þar til dæmis verið að setja fram líka fréttir hvað gert við þann stuðning eða fyrir þann stuðning sem hefur komið. Það hægt að fara þarna inn ef að menn vilja eitthvað gera. Það hægt jafnvel að safna gögnum ef að menn vilja fara á vettvang og safna gögnum. Hér höfum við líka alveg áhugaði að fá upplýsingar frá almenningi og öllum, til dæmis varðandi útbreiðslu á kanínum eða einhverjum öðrum tegundum sem ekki kannski eru kortlögð eða vöktu hér nákvæmlega en eru samt í landinu. Nú það eru þessi Austur-Evrópu lönd sem vantar helst fjármagn til þess að vakta og við viljum ekki hafa gloppur og göt í þessu útbreiðslukortum. Þannig að það hægt að safna pening eða leggja inn pening til þess að styðja þau eða jafnvel bara deila þessum síðum á samfélagsmiðlum og segja öllum frá, hvetja til þess að taka þátt. Það svona donation-hnappur líka á þessari síðu og þar líka búið að setja upplýsingar verkefni á tungumálum allra þátttökulanda. Það hægt að fara og velja sitt land og skoða. Nú Íslendingar eru líka dreifðir víða og það eru líka erlendir aðilar sem búsettir hér sem geti haft áhuga. Og það eru auðvitað stærstu framlögin sem fá logo á síðuna. Það eru nokkuð fyrirtæki búin að styðja við þetta verkefni og eins og ég sagði 2 lönd og allir fá eitthvað. Það kom síðan fljótlega í ljós þegar þessi áætlun fór í gang og þetta ákall sem notar þetta hashtag eða myllumerki
Euromammals á samfélagsmiðlum að það til annað sem heitir Euromammals. Það kom í rauninni ljós þegar að menn fóru að vinna í þessu og menn hafa svona verið að rugla þess aðeins saman og á síðasta fundi kom fulltrúi frá þessu Euromammals sem í rauninni síða eða regnhlífasamtök allra sem vinna að vistfræðiverkefnum spendýr í Evrópu og það í rauninni svona kortlagninga á vistfræðirannsóknum í Evrópu og allt annað verkefni og ekkert að safna pening fyrir neinu. Þannig að þessir aðilar komu á síðasta þing og héldu erindi og það var ákveðið að þeir myndu auglýsa þetta verkefni og þetta verkefni myndu auglýsa þá. Þannig að allir hjálpast að. En ég strikaði samt yfir, þetta ekki heimasíðan sem við erum að tala um. En hér sem sagt upplýsingar verkefnið og hér Facebook síða og svo öllum frjálst sem að fjalla eða segja frá eða deila fréttum hægt að frjálst að nota þessi miðlumerki. Ég veit ekki hvort þið þekki það í rauninni vekur athygli þeirra sem hafa áhuga á málefninu. En ef við förum inn á svona síðu og skoðum, ef við myndum íta til dæmis hér á, þá fáum við síðu það sem sagt frá ýmsu. Hér svona brot úr síðunni og þetta svona 3 til dæmis atriði sem hægt að styðja við ef að menn hafa áhuga að veita stuðning. Það líka 3 verkefni sem hægt að gerast sjálfboðaliði eða virkur þátttakandi. En hérna til dæmis hægt að styðja við verkefnið kortlagning spendýra í skógunum í Hvíta-Rússlandi, mjög stórt skóglendi þar. Hérna bara hreinlega verið að styðja við endurútgáfu bókarinnar. Hérna vantaði músabox til þess að leggja mat á mjög sjaldgæfa litla svefnmús, það kallaðar, í Evrópu. Þetta einn sjaldgæfasta músin. Og svo eru líka svona fréttir og nokkuð dæmi árangur. Hér eru menn að taka við gildrum og myndavélum sem voru keyptar fyrir pening. Hérna var verið að senda einhverjum græjur. Ég held að þetta var verið það komið sem peningur til Bosníu-Hersegóvínu, til Hvíta-Rússlands. Hérna þessi svefnhús í Búlgaríu. Það var strax farið að veiða í sumar, það búið að finna út úr því. Svo var verið að styrkja gagnagrunn á fólkið og það var settur á stað vinnuhópur fyrir gæðastaðla, hvernig getum við notað almenningsgögn. Og svo sjáum við það yfirleitt svona einhverju svona hægt að deila sig á Twitter og Facebook og guðmáta hverju. Þannig að það heilmikið í gangi og það hægt að sjá hvað gert fyrir peningin ef að menn vilja það eða leggja eitthvað fram. Og það eru allir sem þekkja einhver rík fyrirtæki eða eitthvað og það í rauninni það sem að manni finnst vanta kannski eitthvað svona íslenskt hérna. Ekki Samherji eða hvað þetta einhver í Morgunblaðið. Eitthvað svona ríkt lið sem að geti kannski lagt eitthvað mörkum til að kaupa músagildrur í Austur-Evrópu eða kannski handa okkur. Við værum alveg til í að eiga svolítið á músagildrum. En Náttúrufræðistofnun í rauninni líka virkur þáttakandi þó við höfum ekki lagt til fjármagn, þá erum við búin að leggja til fjármagn til þess að vera með mannesku í verkefninu og við ætlum að vera með þessari bók að sjálfsögðu. Þetta svona það helsta. Þetta efnið hefur verið unnið svona glóbalt, ef maður getur sagt svoleiðis, af þessu fólki sem stýrihópurinn fyrir útgáfuna og okkur var uppálagt að aðlaga það hverju landi og ég hef svona gert mitt besta til þess að kynna þetta en alveg vakandi fyrir spurningum og þakka ykkur bara fyrir áheyrnina. Kæra þakki fyrir þetta. Eins og hún sagði, hún opin fyrir spurningum. Ég kem með mikrofón til ykkar, gefið mig bara merki. Já, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ester, þeir eru að tala útbreiðslu. Hvaða útbreiðslu verið að kortleggja? Alla útbreiðslu eða varpútbreiðslu eða það sem þetta búið að ákveða hvaða þættir eru sem verið að leggja áherslu á útbreiðslu, könnuninni? Já, það eitt af því sem hefur verið mikið í umræðunni. Ég ekki alveg sannfærð að það sé komin endanleg ákvörðun. En það búið að ræða það að það sé ekki nóg að eitthvað dýr labbi fram hjá myndavélni.
Þetta yfirleitt myndavélar þar sem að sko mikið af þessum tegundum eru vöktuð, mikið af þessum svæðum eru með einhverja rannsóknir í gangi og hafa verið þó að sé ekki búið að kortleggja beinlínis í þennan gagnagrunn. Og það verið að vinna Atlas Rússlands, það nýbúið að gefa út Atlas í nokkrum öðrum af þessum löndum og það verið unnið eftir þeim gögnum en það sem sagt staðfesting á að tegundir sé staðbundin í þessum reit. Þetta svolítið stóri reitir, 50x50, þannig að það ætti að vera svona nokkurn veginn örugt að þessi tegund sé búsett þarna. En það hefur komið til tals hvað með þessa sjakala sem eru að labba út allt í Evrópu núna og eru kannski ekki sestir að allstaðar annað slíkt. Það í rauninni þessi hópur sem var að fá núna fjármagnið sem að reyna að skoða gæði gagnanna, þeir í rauninni eiga að taka svona svolítið þátt í að taka ákvörðunina. Það ekki nóg að dýr sjáist í myndavél labba framhjá eða saur finnist. Hérna og 2 í viðbót, það annars vegar verður einhvers konar magnbundin útbreiðsla sýnd, þess að reynt að leggja mat á hversu algeng tegundin í reitunum og hinn spurningin svo, þessi sjávarspendýr þú vékst aðeins að þeim, er þeim að mestu leyti sleppt eða? Já sko, varðandi fyrir spurninguna þá það bara absent present. Það engin magnupplýsing og þessi skali náttúrulega mjög stór þannig að það náttúrulega búið að þjappa þessu mikið niður en það bara absent present. Það ekki hugsað þéttleika eða annað slíkt og varðandi selina þá hefur Írland og Bretland líka sýnt áhuga, Færeyjar áhuga á því að vera með sjávarspendýrin og þannig að við erum ekki ein þar og það svona pínu þrýstingur frá þeim löndum að þau séum líka með. Þannig að mér finnst ekki útilokað, allavega þessar 3 tegundir sem eru þó þokkalega staðbundin. Eru ekki fleiri spurningar? Ég myndi kannski ítreka að þið leggja á minnið þetta og endilega þið að virka á samfélagsmiðlum að nota millimerkin. Endilega gerir það. Þið getið, erindið á YouTube þannig að þið getið alltaf að rifja þetta upp þar. Já, ég sé engar hendur á lofti. Eitthvað, Ester, sem þú vilt einhver lokaorð? Já, ég ætla kannski að segja ykkur frá því, þetta ekkert einhver steramús. Maður mig kallaði einu sinni í mig og sagði það rosalega flott auglýsing niðri í dýraríki. Ertu til að koma eins og setjast í hliðina á henni? Þetta bara hún. Þá bara þakka ég kærlega fyrir erindið og þakka ykkur fyrir að koma. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur dagskrána á vefnum okkar. Það búið að birta haustdagskrána og vordagsskráin hún kemur bara mjög bráðlega. Það búið að setja hana niður, það vantar bara nokkra titla. Þannig að hún kemur bara innan þér. Ef þið eftir að skrifa gestabókina þá liggur hún þarna á borðinu. Endilega skrifa nafni ykkur í hana. Takk fyrir. Takk.